Stjórn Sparisjóðsins í Keflavík lánaði ábyrgðarlaust án fullnægjandi veða eða trygginga. Ekki stóð steinn yfir steini í rekstri sjóðsins samkvæmt svartri skýrslu sem unnin var fyrir fjármálaeftirlitið. Sparisjóðurinn í Keflavík færði niður útlán fyrir rúma 18 milljarða króna og afskrifaði 7 milljarða síðustu 2 árin fyrir fall hans. Starfsmönnum, stjórnendum og félögum þeim tengdum voru lánaðar háar fjárhæðir án trygginga og viðskiptalegra forsendna. Þetta má lesa í 500 blaðsíðna skýrslu PricewaterhouseCoopers starfshætti Sparisjóðsins sem unnin var að beiðni fjármálaeftirlitsins. En skýrslunni hefur verið haldið frá stofnfjáreigendum og kröfuhöfum sjóðsins. Skýrslan fjallar síðustu 2 ár sjóðsins eða þar til fjármálaeftirlitið tók hann yfir í apríl 2010. 5 mánuði tók að vinna skýrsluna en henni var skilað til FME í fyrravor. Samkvæmt skýrslunni stóð ekki steinn yfir steini í starfsemi sjóðsins. Þáverandi sparisjóðsstjóri Geirmundur Kristinsson var því næst einráður og virðist stjórn sjóðsins og lánanefnd hafi verið nánast upp á punt. Geirmundur hafði heimild til að veita lán sem voru alltaf 15% af eiginfjárgrunni sjóðsins og dæmið að hann hafi samþykkt lánveitingar sem hafi verið hafnað af lánanefnd. Engar takmarkanir voru í útlánareglum lánveitingar til aðila með neikvætt eigið fé eða til þeirra sem höfðu fengið lán afskrifuð. Engin ákvæði voru að lán til venslaðra aðila skyldu samþykkt í stjórn og stórar áhættuskuldbindingar voru vanmetnar þar sem tengdir aðilar voru ekki skilgreindir sem slíkir. Geirmundur samþykkti skilmálabreytingar á lánum sem hann hafi ekki heimild til að mynda á lánum til félaga sem tengdu stjórnarmönnum sjóðsins. Engar reglur voru til mat á útlánum og afskriftum, ákvæði veðköll voru hvorki í skuldabréfum í lánasamningum og viðskiptalegar forsendur fyrir lánveitingum oft ekki til staðar, tryggingar of lágar eða jafnvel engar. Starfsmönnum voru oft og tíðum lánaðar háar fjárhæðir án samþykki sparisjóðsstjórans eins og reglur kváðu á Lánveitingarnar fóru sjaldnast fyrir lánanefnd, voru án trygginga og óvíst hvernig þau ættu að fást endurgreidd. Til dæmis fékk þjónustufulltrúi sjóðsins úti á landi ríflega 200 milljóna króna lán sem hefur verið afskrifað. 15 mánaða vanskil starfsmanna voru látin óátalin. Einn stjórnarmaður og fyrirtæki hans fengu ríflega 800 milljóna króna lán en háar lánveitingar til stjórnarmanna og fyrirtækja þeirra voru oft og tíðum hvorki ræddar í lánanefnd né stjórn sjóðsins. Í skýrslunni fullyrt að Geirmundur hafi brotið reglur sjóðsins og setið í stjórnum 3 félaga sem ekki voru í eigu sjóðsins. 2 þeirra fengu lánafyrirgreiðslu sem ekki samræmast lögum sjóðsins, annað upp á tæpar 200 milljónir króna sem hefur verið fært niður. Þá fengu börn hans 20 milljóna króna láni sum án trygginga. Þau voru ekki tekin fyrir í stjórn sjóðsins en stór hluti þessara lána hefur verið afskrifaður. Samkvæmt skýrslu PFC afskrifaði Sparisjóðurinn í Keflavík ríflega 7 milljarða króna síðustu 2 árin fyrir fall hans og færði niður útlán fyrir ríflega 18 milljarða króna. Eigið fé sjóðsins lækkaði 50 milljarða síðustu 4 árin og lýstar kröfur í þrotabúið hljóðuðu upp á 36 milljarða króna. Áætlaður kostnaður ríkissjóðs vegna samruna SPKF sem reistu var á rústum sjóðsins við Landsbankann nemur 25 milljörðum króna. Fréttastofa náði ekki tali af Geirmundi Kristinsinni, fyrrverandi sparisjóðsstjóra í dag. Útlánaheimildir sparisjóðsstjórans í Keflavík voru rýmkaðar þrátt fyrir aðvaranir fjármálaeftirlitsins árið 2008. Stofnfjáreigandi sakar fyrrverandi stjórn sjóðsins lögbrot. Útlánaheimildir sparisjóðsstjóra Sparisjóðsins í Keflavík voru rýmkaðar þrátt fyrir alvarlegar athugasemdir fjármálaeftirlitsins við útlánastarfsemi sjóðsins árið 2008. Stjórnarmaður í samtökum stofnfjáreiganda sakar fyrrverandi stjórnendur sjóðsins umboðssvik og innherjaviðskipti. Fréttastofa RÚV sagði í kvöld frá kolsvartri skýrslu PricewaterhouseCoopers sem unnin var við starfshætti Sparisjóðsins í Keflavík að beiðni fjármálaeftirlitsins. Samkvæmt henni stóð ekki steinn yfir steini í starfsemi sjóðsins. Sparisjóðsstjórinn var nær einráður og stjórn og lánanefnd sjóðsins nánast upp á punt. Stjórinn samþykkti háar lánveitingar sem hafi verið hafnað í lánanefnd og breytti skilmálum lána sem hann hafi ekki heimild til. Stjórnarmenn og starfsmenn fengu háar lánveitingar án trygginga og haldbæra veða og börn sparisjóðsstjórans sömuleiðis. Vegna vinnubragðanna afskrifaði sjóðurinn ríflega 7 milljarða króna síðustu 2 árin fyrir fall hans og færði niður útlán fyrir röska 18 milljarða króna. Þetta voru náttúrulega afskaplega hryggilegar fréttir og ég er nú búinn að fylgjast með þessu undanfarið mörgu hvernig þetta hefur gengið á sparisjóðnum og þetta tekur út yfir allt sem manni hefði dottið í hug. Fjármálaeftirlitið skrifaði svarta skýrslu útlána og markaðsáhættu Sparisjóðsins árið 2008. Þar voru gerðar alvarlegar athugasemdir við regluverk sjóðsins. Sjóðurinn herti reglur í kjölfarið en í skýrslu PFC greint frá því að eftirlitshlutverk stjórnar hafi ekki aukist eftir það. Eftirlitið hafi í raun veikst því reglum lánanefnd hafi verið breytt þannig
að rýmkaðar voru heimildir sparisjóðsstjóra með ákvörðun mála án samráðs. Hjálmar gagnrýnir að fjármálaeftirlitið hafi ekki tekið sjóðinn yfir árið 2009 þegar tap sjóðsins nam 19 milljörðum króna og augljóst var hvers konar vinnubrögð voru stunduð þar af skýrslu FME að dæma. Hann vandar fyrrverandi stjórn sjóðsins ekki kveðjurnar. Þar náttúrulega var ekkert vit í að því virðist vera neinaði sem þeir gerðu. Þar hafa átt sér stórkostleg innherjasvik og umboðsvik þegar við sjáum núna framhaldið á þessari nýju skýrslu. Samtök stofnfjáreigenda ætla að höfða skaðabótamál á hendur fyrrverandi stjórnendum sjóðsins. Þetta hlýtur að rannsakast og hér hafa farið fram nýlega dómar í Exeter-málinu og það gefur einhverja vísbendingu framhaldið.